Komið þið sæl og blessuð. Björn Ívar Karlsson heiti ég og er skákkennari og ætla með ykkur í þessu myndbandi að fara yfir eitt af grunnatriðum í skákinni sem er stigakerfi talsmannanna. Stigakerfið er sérstakt kerfi sem hjálpar okkur að átta okkur á því hversu sterkir talsmennir eru í samanburði við aðra talsmenn. Þegar byrjum til dæmis á veikasta manninum á talsbarinu sem er peðið, þá er það í stigakerfinu 1 stig. Og eins og þið vitið þá eru 8 hvítpeð í byrjun skákarinnar og 8 svartpeð. Hvert og eitt þeirra er 1 stig. Næstu 2 talsmenn í röðinni þeir eru jafngóðir, það er biskupinn og riddarinn og þeir eru 3 stig báðir. Þannig að ef við tökum biskupinn fyrir, hvað ætli þurfum mörg peð til þess að jafnast á 1 biskup? Ef að biskupinn er 3 stig og peðin er 1 stig, þá þarf 3 peð til þess að vera það bil jafngóð 1 biskup. Riddarinn er líka 3 stig, jafngóður af biskupinn, þannig að hann er jafnframt alveg jafngóður á 3 peð. Tökum næst hrókinn. Hann er 5 stig, hann er aðeins betri heldur en riddarinn og biskupinn. Hvað ætli þurfum mörg peð til þess að vera jafngóð 1 hrókur? Ef það er rétt, þá það 5 peð, 5 stig. Ef við ætlum að láta biskup og einhver peð vera jafngóð 1 hrókur. 1 hrókur er 5 stig og 1 biskup er 3 stig. Hvað ætli þurfum mörg peð með biskupinn til þess að vera jafngóð 1 hrókur? Það er rétt, það 2 peð og 1 biskup og þá eru þeir það bil jafngóðir og 1 hrókur, bæði 5 stig. Sterkasti maðurinn á borðinu sem er drottningin, hún er oft talað hún sé 9 stig eða 10 stig. Mitt persónulega mat er að hún sé 10 stig, en það er bara smekksatrið. En ef við tölum hún sé 10 stig, þá getur hún til dæmis verið jafngóð og 2 hrókar saman, eða 1 hrókur og 5 peð, eða 1 hrókur, 1 riddari og 2 peð. Þetta saman eru 10 stig. Þannig að það er hægt að finna alls konar paranir í skákinni á hvaða menn eru jafngóðir og einhver aðra menn. Síðan var það síðasti maðurinn sem er kóngurinn og hann er nú yfirleitt ekki tekinn með í stigakerfi talsmannanna. Það er ein ástæða fyrir því. Hún er svo að það er ekki hægt að drepa kónginn. Þannig að hann er yfirleitt bara talinn óendanlega mörg stig. Þetta er stigakerfi talsmannanna og þetta hjálpar okkur til þess að auðvelda okkur meðan við erum að tefla til þess að ákveða til dæmis hvaða menn við erum að drepa og í hvaða uppskipti við erum að fara í. Takk fyrir þetta í bili.